daginn á þessum bæ. Og hvað segið þið í dag? Alltaf gleymir maður einhverju. Við þurfum að hafa klukkuna á maður. Það er bara málið. Ég er alltaf jafn lengi að þarna kom hún. Getur svo vesena núllana. Á að fallat maður. Þá setjum við gleraugun og svo getum við farið að kveikja gerðum á. Og við getum allavega tendra ljósið á eldspýtunni. Það er nú bara heilmikið, ekki? Nú veitum við ekki hvað það er vera. Jæja, þá notum við bara gömlu aðferðina, en ekki hægt annars. Sko, þá drafst á kettinu. Hann er búinn að gleyma þessu maður. Og ljósið er ekki að tala við mig. Bang, bang, bang. Æja, við bara segjum, horfum á kertinu og sjáum bara ljósið. Vegið. Þannig við ætlum að halda áfram með þáttinn. Góða þáttinn okkar. Sem hvað heita Biblíuþátturinn. Bang, bang, bang. Tók ekki rétta byssu með. Þetta er Biblíuþátturinn okkar og hann er hvatning til mín og þín og okkar að lesa orðið sjálf, vera ekki eingöngu mötuð á orðinu. Og tilhneigingin hjá okkur fólkinu er að vilja alltaf fara svona einfaldari leiðir. Og þurfi ekki að hafa mikið fyrir hlutunum. Og það gerum við vegna þess að í eðli okkar erum við svolítið löt, eða ekki? Er þetta ekki bara letið þegar við nennum ekki að takast á við það sem þarf? Því að á endanum þá þurfum við hvort þið er að glíma við alls konar. En við erum sum hver mjög frestunargjarnt fólk. Ég held að þar séu nú reyndar allir svona einhverju leyti frestunargjarnir. Þeir nenna ekki núna og það eru þetta ekkert annað en að bara fresta. Því að núna þarf að gera eitt og annað og núna þarf ég að lesa í orði Guðs, það er nú eitt verkefna. Og stundum þarf ég að rífa mig á árinu, það er nú reyndar allt farið, ég hef ekkert farið, ég klippi það svona. Þannig við þurfum aðeins að sparka í eitthvað á okkur til þess að gera þetta. Og við gera það svona á endingu áður en allt er komið í steik. Við erum svolítið svona, getum verið svolítið lengi að sumu og svona eftir því sem við frestuð í lengur, þá verður það nú bara að hallast meira og meira og meira og meira. En þurfti þetta ekkert að hallast neitt. Því að hefðu við farið bara í verkinn eins og við sáum að þau var að fara svona eitthvað að gefa sig, þá hefði ekkert orðið að neinu skakkaveldi og tjónið lágmarkað eins og hægt var. En þetta er frestunargirnin okkar sem að ég segi að stafi af leti. Ég reyndar hef enga aðra skýring á frestunargirni en leti. Þannig við mennirnir erum alltaf í átökum. Rífum okkur upp og svo framvegis. Það stundum heilmikið mál að vera maður. En hvað ætlum við að vera annað en maður því að ég er maður. Og því fylgir bara ákveðin raun, svo má segja. Ekki raun, ég vil nú ekki viðurkenna það. Ég kann mjög vel við að lifa mínu lífi og mig langar ekkert til þess að lifa einhver öðru lífi. En hvernig á ég að gera það? Já, sögðum við það. Þannig að eldspýta þarna steindauð. Það er ýmislegt sem við þurfum að gera og lífið kallar á
á ýmislegt. Sveinn sagði einu sinni, það heilmikil vinna af einum minna að vera maður. Nú þarf að busta í þér tennurnar og þarf að þvoða þér og svo framvegis og alls konar. Þú sleppur ekki til að gera allt, sko. Þannig að við göngum í verk og svo lærum við að fara strax í það og þá erum við búin að stíga svolítið yfir þessa frestunargirni sem við vorum að tala og miðað við þetta sé bara rótin af því sé bara leti og yfir alla leti má stíga í raun og veru. En letin vill nú kalla svolítið á okkur og þannig við glímum við hana líka. Er ekki annars? Er ég einn bara það að þurfa að glíma við svo litla leti? Ég held ekki. Þetta er hluti af því að vera maður. Og það er skemmtilegt að vera maður. Finnst mér. Með öðrum orðum. Það er skemmtilegt að lifa sínu lífi. Og ég lifi þetta mínu lífi þegar ég er manneskjan með þetta líf í hjarta sínum. Og þú ert önnur manneskja með líf í hjarta þínum. En með 1.001 hugmyndum eitt og annað. En hve margar af þeim hafa komist til framkvæmda, veit ég ekki. En ég veit að maður er þannig gerður að honum dettur ýmislegt í hug og væri örugglega gaman að framkvæma það. En svo kemur frú frestunargirni og sjáum aðeins til með þetta. Svona er bara lífið hjá sumum reyndar, þannig að það er ekkert sérstaklega verk mikið upp með staðið. En þetta eru allir menn með einhvað verk, það er ekki til svo manneski sem aldrei hefur gert neitt verk. Eins og stundum var sagt og örugglega enn sagði, þessi maður hefur aldrei gert handtak. Ég þekki engan mann sem aldrei hefur gert handtak. En ég þekki menn sem eru kannski mismunandi svona duglegir við að gera handtakið, það er allt annað mál. En það er allir sem gera handtak. Þannig við erum stundum að fullyrða svolítið mikið, eða ekki? Af hverju er það? Við sjáum aldrei bjálkann í eigin auga, við erum alltaf að sjá bjálkanna í öðrum augum annarra manna og kvenna. Svona þess að vandinn liggur nú í það og orðið talar nú þetta á einu stað að hví sérðu bjálkann flísni, hann segir hví sérðu flísina í auga náungaðins en ekki bjálkann í eigin auga. Taktu fyrst bjálkann úr augun og þá sérðu glöggt til þess að draga flísina út úr auga náungans. Ég er með ekkert nema dómhörku og aðfinnslur alveg út í eitt, út í alla í kring og er sjálfur með alveg risa bjálku í augunum sem að ég reyna að hindra með sín, alveg helling. Þannig er enn ein ástæðan fyrir því að hvetja menn til þess að lesa orð Guðs, því það er að segja okkur sannleikann. Bjálkinn í mínu augu, hann er bara stundu þarna. Og ég er að benda á þennan meiri gæinn. Og ég sé ekki bjálkann sem að ég er með. Þetta er hluti af því að vera maður. Þetta er hluti af því að vera maður í föllnum heimi. Þegar að syndafalli varð, við skilnist yfir góðs og ills, þá kom þessi bjálki. Vissirðu það? Til að mynda. Og hann er að sjá þennan bjálka í augum annar hverja manneski þess vegna, ef út í það er farið ef hann er þannig stendur. Og þetta er einn lösturinn á ráði manna að menn er svo gott að horfa bara frá sér. Það langar mér nú til að vera eins og þessi. Svo ertu kannski bara með bjálka og miklu verri sjálfur. Jafn og væn manneskja þú nú ert, að eigin áliti. Við erum öll þar. Við erum ágætis fólk. Það er ekki að þið okkur. Sér ég nú með bjálka eins og þessi þarna. Heldur betur ekki.
öll þarna. Við höfum öll misst í okkur, við höfum öll hrasað margvíslega og orðið segið það nú. Og aftur komið orðinu, hvað það er gagnlegt, hvað þetta er gagnleg kennsla fyrir einstakling, svo fyrir utan það var þetta svolítið opinberun fyrir mig þegar ég komst að því að orðið var í raun skrifað fyrir mig. Veitu, það er verið að tala um mig í þessari bók. Ekki merkilegt. Bókin er skrifuð fyrir manneskju, skapaðri manneskju af Guði. Hún fæddist inn í syndugan heim, fallin heim og lifir í honum þangað til að Drottinn kemur og frelsar manneskjuna, og þá sér hún sig sjálfa, kannski ekki sem bara gallagrip út í gegn, en manneskju, veiklunda manneskju sem að sér nú bjálka í öðrum og á jafnir til með að tjá sig það. Er þetta ekki annars þannig? Jú. Hví dregur ekki fyrst bjálkan úr þínu eigin auga, þá sérðu glöggt til þess að draga flísina úr auga náungans. Þetta er sterklega til orða tekið og þetta er svo mikill sannleikur. Því að svona erum við fólk og það þarf að benda okkur á að við séum þetta til að við vöknum. Og þá vöknum við kannski upp í vondan draum. Og það er allt í lagi. Aðalatriðið er að einhver bæting verði. Trúin er bætingin, byrjunin á bætingunni, svo byrja gangan með orðið til leiðsagnar og þá látum við af mörgu sem við áður vorum heltekin af. Eins og til að mynda aðfinnslu náungan, ég veit að þú ert aldrei þar, til að mynda vegna aðfinnsla náungan, það galli annara, eins og þetta er svo æpandi maður. Galli annar er svo æpandi. Galli minn er ekkert minni en annara. Það er nú bara þannig, veist akkur ég? Ég er bara manneskja, alveg eins og þú og við. En ég get valið mig af því að vera með þetta vegna þess að orðinu hefur tekist að kenna mér fullt af hlutum. Kennslu sem að ég fæ ekkert nema af því að ég er trúaður einstaklingur og ég elska þetta orð. Og ég fer eftir orðinu. Hvernig gerir maður það? Það er bara ekkert nóg. Trúin dregur þig alltaf á orðinu. Og svo náttúrulega reynslan af trúnni, hún kennir þér leksíuna það hvernig þú lifir góðu lífi. Og þá varst þú ekki með bjálkan í auguna og bendandi á aðra. Langar maður nú til að vera eins og þessi. Við erum með stað líka fyrir þessu í orðinu. Við munum eftir mönnunum sem komu til bæna, inn í bænaherbyggi. Var hann mikill merkilegur maður, skanlega valdsmaður og svo kemur alveg aumur inn í tollari maður. Og þeir voru nú ekki barnanna bestir, þessi tollarar, já, tollheintu menn. Pakkaði fyrir það, ég er ekki svo þessi maður. Tollheintuðar og man ekki hvað hann sagði meira. Ég ger allt, greiði tíundin á réttum tíma og geri þetta og geri hitt, allt pottþétt. Það gera á niðurstaðan. En tollheintumaðurinn, blessaði kallinn, hann barði sér og brósaði vertu með syndugum líksamur. Hann var komið það langt með sjálfan sig í trúna, hann sagði vertu með syndugum líksamur. Hann vissi orðið af sinni synd, en hinn maðurinn, man ekki hvað hann var, hann sá þetta ekki. Hann bara réttlætti allir að gera þér og benti á þetta góða svona, já, ég greiði nú alltaf 10. Og gefið alveg með þessu hingað og hangað, ekki málið.
Þessi maður. Ég þakkaði Guð minn fyrir það að ég er ekki eins og þessi. Drottinn var ekki sammála honum. Og hvað sagði hann? Hann fór, tolllendi maður fór réttlættur frá honum, en hinn ekki. Tolllendi maður fór réttlættur frá honum að því hann sagði, Drottinn, vertu með syndum líksam. Hann sá, það sem hinn sá ekki í sínu fari, hann var ekki gallalaus maður. Hinn maðurinn var gallalaus að eigin áliti, en við sjáum niðurstöðuna hjá Drottni sem segir allt annað. Og af hverju? Af hverju er þessi munur? Annar var Guði gefinn, hinn var bara í eigin stolti og mætti að gera framkvæma þar sem hún datt í hug og taldi vera rétt. Já, taldi vera rétt. Það er eitt að telja vera rétt og annar að það sé rétt. Við sjáum niðurstöðu Drottins. Tollleyndumaðurinn fór réttlættur frá honum vegna sinna orða en hinn ekki. Vegna sinna orða. Ég hef alltaf greið tíðan. Við erum alltaf að réttlæta okkur sjálf. Já, ég borgar nú alltaf í baukinn. Eitthvað svona. Af hverju borgum við í baukinn? Ég get alveg sagt þér af hverju ég borga í baukinn. Að því Drottinn segir mér að gera það. En ég reyndar legg ekki alltaf í baukinn. En þegar Drottinn segir mér að gefa, þá fer ég og gef. Ég er nú bara komin á þann stað í þessu, ég leyfi bara Drottni að ráða þessu. Mér finnst það bara ágætt. Ég sé að þú gefur aldrei í baukinn. Menn eru yndislegir og þeir eru stundum þarna. Það fylgst með hópnum. Þetta er flott að gæma, ekki smá eitthvað sem að setja í baukinn þessi. Þetta er alveg maður, þessi þarna gefur aldrei neitt. Þannig að við erum ekki einu sinni sem við viljum hafa hann. Við erum að ráða í kirkjunni og reka úr henni. Og hver gefur okkur leyfi til þess? Hver er það sem dregur fólki inn í kirkjuna? Er það ekki Drottinn sjálfur? Er það ekki hans verk að setja það útterjur ef þess þarf? Jú, ég myndur að segja það. Þannig að ég vil ekki vera með því að ráða og reka. Ég leyfi bara Drottni sjálfum þetta. Ég var ekki reyna tilraun enn. Nei. Skammast því. Það má tala svona við Elspýtu. Henni er alveg vissan. En það er orðið Guðs. Og þetta er þátturinn sem að við legum okkur smávegis í stundum. Og þetta er einhver sérlega þátturinn sem hvetur mig og þig að vera gerandi orðsins. Og að vera gerandi orðsins, fallugu kjölur, fer vel í bókahillu, en 30 árum seinna þá var hann ennþá svona og hefur aldrei verið opnuð. Hvaða gagn er í bók sem er aldrei opnuð? Biblían er bók sem er ætlast til að sé opnuð. Ef þú ert búinn að vera með bók í bókahillu í 30 ár, aldrei verið tekið fram og svo allar opna hana. Og það getur verið að ef þú opnar hana, við erum að leika þetta, þá fylgir með leiðri helmingur því hún er alveg föst saman. En ef þú notar hana, þá opnast hún svo liðlega. Eins og þegar þú kaupir nýja bók, þú veist hvernig það er maður, það er alveg meira átumál. Þá var manni kennt að hérna í gamla daga, það var að glenna hana á 3-4 stöðum. Veistu af hverju? Til að hún yrði liðveri. Bara að kenna okkur allt. Ef bók sem er búin að vera í þessari stöðu í 30 ár, með einhverjum öðrum bókum, hún er tekið fram, það verður meira áttamál maður að opna þetta. Það verður ekki alveg gert átakalaust. En þú auðvitað getur það.
Þannig að við skulum ekki vera með biblíun okkar í þeirri stöðu. Þetta ætlum við að taka hana niður og lesa hana. Og við segjum, til þess biblían. Hún til að lesa hana. Ekki til þess að ég geti sagt þér hvað ég sé ofboðslega duglegur að lesa orðið, til þér alveg saman það. En mér ekki saman það hvort ég geri þetta eða ekki. Trúin mín á Jesú, hún drifkrafturinn að þessari bók sem að segja mér og sannlega fyrir mér að bókin var ekki neitt sem að mér fannst vera neitt áhugavert og svo lítið áhugaverð að ég var ekki einu sinni með hana í þessar stöðu innan bækurnar mínar. Ég átti nú alltaf töluvert mikið af bókum þó ég nú fáar í dag. Hún var aldrei þar. Biblíu, hvað ég gera á biblíu? Það hefði verið presta bara. Hugsaði maður með sjálfan sér. Presta. Eru við ekki bara prestar Guðs sem að trúum? Ég held það. Og við veitum að prestur alltaf með biblíu. Og presturinn þá ég, auðvitað með biblíu. Og þá presturinn ég, ef við viljum nota þann titil, það nú merkilegu titil, með orð Guðs, að því hann vill fræða sig upp úr orði Guðs. Hann búinn að sjá það að betri fræðslu og eina gagnlega fræðslan sem hann innbyrðir upp úr orði Guðs og nú hróstu. Bara heldur. Þetta ekki aðlátusefni, þetta bara sannleikurinn sjálfur. Og allt þetta fæðist eftir að trúin komin og hún hverfur ekkert frá þér aftur. Eins og ég hef oft sagt, ég er svo sem ekkert að hæla með neitt af því, þetta skeiði bara, þá frelsaðist ég 89 og með því fyrsta sem að kom í huga minn eins og ég oft sagt frá, þú þarft að fá þér á einu mynd biblíu. Þá hefði maður nú sennilega sjálfur skellt upp úr. En komin á þann stað í þessu öllu saman að hlátur kom manni ekki í huga. Og ég sagði, já, ég þarf að koma í biblíu. Og svo kom hún sem gjöf til að byrja með. En með tímanum þá slitnar allt saman og hún nýtist. Og þá fer maður að kaupa sér aðra biblíu. Þegar við búum svo vel á Íslandi að við getum fengið okkur þessa bók bara þegar við viljum sjálf. Og ef einn slitnar þá bara förum við að kaupum aðra. Og við einhvern veginn reddum okkur fjármagn fyrir þessari bók vegna þess að þetta bara maturinn okkur. Við getum ekki lifa trúarlífi án þess að vera með þessa bók hjá okkur og meira við notum hana. Nei, hún ekki þessi bók í hillu, hreyfist ekki. Þetta bókin sem við tökum niður og göngum frá eftir aðstæðum og efnum. Tölum hana, fræðumst upp úr henni og nýtum alveg eins og mögulegt Það henni ætlað. Og það líka að eiga lifandi trú. Og þetta fóðrið, trúin mín, kallar eftir þessu, ég sinni þessu, að mér finnst ég verða að gera það. Ég sé ekki líf mitt öðruvísi en í þessum kringumstæðum. Ekki tilklikkaðir menn heldur eru kristnu menn. Það eru orð sem voru einu sinni töluð, en ekki töluð lengur. Og ég segi, önnurist þvæla hefur ekki heyrst. En því miður, þá heyrist þetta allt of mikið. Og það náttúrulega bara vanþekking. Ég var þessi vanþekkjandi maður. Og ég hefði getað verið þessi maður sem tollhundu maður. Það nú svona höglum. Það hann að ég geld 10 öllu sem ég hæ.
Ölmusu gefa þetta hingað og þangað. Hei, ég þakkaði fyrir það, hvað ég menna ég ekki eins og þessi. Tollheimtur maður, ég tilauðum í stétt. En hann greið, hann var nú komið svo langt með sjálfan sem hann sagði, Drottinn, vertu mér syndugum líksamur. Þetta stórkostleg bæn og Drottinn sagði, þessi fór réttlætur frá mér, hinn ekki. Hann galt, þó hann hafi goldið 10, öllu sem hann átti. Og gætti sín á allir fengið að vita það, sem var nú ekki minnsta málið. Tollheimtumaðurinn kom iðrandi, grátandi, frammi fyrir Guð sinn og hrópaði eftir því sem hann fann að hann þurfti á að halda, sem var vertu mér miskunnsamur, Drottinn. Þetta stórt til orða tekið og Drottinn meðtók það. Hann fór réttlætur frá, hinn ekki. Gorgerinn sjálfur. Drottni líka nú ekki vel við hann. En sumir eru það. Þeir hafa unnið svo vel fyrir Guð að þeir telja ekki að vera bara sjálftökum, bara ding, ding, já það, þú mátt ekki fá það. Þetta ekki það sem Drottinn að biðja um. Hann segir við mig, Konráð minn, ef þú ert þarna, þú skal deyja þessu núna. Og ég segi, já Drottinn, ég vil deyja þessu núna. Sé þetta til staðar í mér. Ég vil vera guðsmaður. Mér er alveg sama hvað menn segir það, en sjálfur vill ég vera guðsmaður. Og ég hef alltaf vilja að vera þessi guðsmaður. Alveg frá því að ég kynntist Drottni fyrst og ég sá að þetta var rétta leiðin fyrir mig að fara á. Og ekki bara fyrir mig, þetta var rétta leiðin fyrir bara allt fólk að fara. En mjög fáir fara þessa leið því miður. En við erum duglegir og öttulir við þann að tala um okkar trú. Og þú ert í þætti sem að hvetur þig til þess að vera gerandi orðsins. En ekki bara með bókina í þessari stöðu, kyrra og sæta og hreyfingarlausa í hillu. Þetta er lifandi í höndunum á þér. Vissu það? Hún lifnar við í höndunum á þér. Vá, fullt af orðum. Hún lifnar við í höndunum á þér og hjartað tekur stökk af gleði. Því að þú ætlar meira að segja að ganga svo langt að lesa. Að lesa, mín kæri. Já, Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta, á grænu grundur lætur hann mig hvíla. Leiðið mig af vötnu þar sem ég mánaðist njóta, hann hressir sál mína. Leiðið mig á réttan vegu, fyrir sakir nafnsins, þótt ég fara dimman dal. Óttast ég ekki til, því að þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur höggar mig. Þú byrðið mér borð, frammi fyrir hendum mínu, þú sem er höfum mér með olíu. Hygg byggar minna barma völlur. Gæfan að fylgja mér alla daga mína, jú, sitt Drottins bíja langa yfir. Nýtt lag við þetta sál. En ég bið ykkur afsaka. Þetta bara datt út mér og ég leyfi þessu bara vera. En það skiptir ekki máli allavega að komast orðin til skila í þessum sálmi og þetta er mjög fallegur sálmur og það er mjög gott að kunna nautana. Ég held meira að segja kunna nautana. Ég reyndar ekki reynt á það mjög lengi en allavega kunni ég hann einhvern tímann nautana. Það minnir mér nú á það, ég kannski, þetta var að þylja nefn fyrir mér hvort ég bara mun hann ekki utan allar bókar. En ég man ekkert hvernig lagið var, ég held ég syngi það aldrei aftur. Þetta er feginn, okkur, fína lag maður. En þetta er orð Guðs og það sem sagt ómar og ljómar
í hjartanu þínu vegna þess að þú tókst þér taki og stiltir henni ekki bara upp svona sem hluta af borðskrautinu sem að þessi neittar að líða. Bang, 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 heyrist bara og ekki neitt meira. En þetta sem sagt hvatningin til mín og þínum að lesa. Gott að lesa orð Guðs. Ég elska að lesa orð Guðs. Og ég sé alltaf verið að segja, oft verið að segja og nú ætlar hann að fara að hegla sig einu svona enn. Og þá les ég þetta á hverjum degi. Allt á mótnana. Og búin að gera, já síðan 89 nánast daglega en ekki alltaf daglega. Kemur fyrir að það dettur úti á mér lestur. Ég er svo sem ekkert stoltur af því, þetta er bara svona. Ég er svo sem ekkert afsakað það neitt, en þetta er bara svona. Við vorum að lesa upp úr Gamla testamentinu og Biblían samanstendur af Nýja og Gamla testamenti og ég segi að við erum Nýja testamentis fólk, það er merkilegt, að Gamla testamentið er skrifað á mörg þúsund árum, þetta er bara verið svona detta inn eftir sem ég svo sem er ekki fróðastur manna hvernig þetta var til, en svona eins og ég sé þetta þá verður þetta verið að detta inn þessi ágætu vers eða ágætu bækur og svo úr varð þessi Biblía, þessu raðað öllu saman í bók sem að kallast Biblía. Það er ábyggilega mjög langt síðan þetta var til en ég veit reyndar ekkert hvernig þetta var, hvort þetta voru bara lausar bækur sem menn voru bara með hjá sér, kannski Mósebók og svo ykkur með Mósebók og Jesaja eitthvað svona. En við aftur á móti, þegar við kaupum okkur Biblíuna og hefur lengi verið þannig, þá bara erum við með allan pakkan á einu stað og það er náttúrulega mjög gott. En ég er náttúrulega bara að tala upp á núna þegar ég veit ekkert hvernig þetta var. En ég giska á það að þetta hafi hugsanlega mögulega verið svona, að þetta hafi bara verið svona, bara fullt af bækum. Þetta eru 66 bækur Biblían og menn hafi þá verið kannski með bara 66 bækur. Já, þess vegna ef að menn áttu þetta allt. Ég veit ekki hvenær Nýja testamentið er séð, þannig séð, og ég veit ekki hvað líður langt á milli seinustu Gamla testamentis fræðin þangað til Nýja testamenti kemur. Það má segja að það kemur eiginlega bara út í einum bita. Þeir voru reyndar í held í einhverju áratugi að skrifa Nýja testamentið, en árþúsundir að koma Gamla testamentinu saman, þannig að það er mjög stuttur tími sem tekur menn að skrifa Nýja testamentið. En ég held að sé nú samt einhverju áratugi, ég bara veit það ekki. En mér minnir að það sé einhverju áratugir. En það er náttúrulega bara eins og dropi í hafið með allan tímar sem hitt tók. Af hverju var þetta svona? Það liggur fyrir. Kristur var kominn. Kristur var búinn að gera allt sem þurfti og við verum aðtúa það að Gamla testamentið er að tala það sem koma skal mikið og þar eru þetta Kristur inni. Og svo kom hann og hann gerði þetta á 3,5 ári, það sem hann gerði, og svo hvatti hann heiminn með því að segja það er fullkomnað. Þannig það var búið að loka verkinu. Og úr því að það var fullkomnað, þá var búið að loka og leysa verkið, þá gottuðu bara menn fara að skrifa þessa sögu og þeir gerðu það. Og það er Nýja testamentið, sem er partur af Biblíunni í dag, ég veit ekkert hvenær þetta var allt saman skellt saman í eina bók, en ég var að tala það, en ég er að tala á þess að vita það nákvæmlega, að þetta hafi verið svona, já bara fullt af bókum. Sem við erum með í einni bók núna. Þannig hafi þetta verið gert, en Drottinn sér náttúrulega fyrir öllu og hann var sjálfsagt með þessa mynd alltaf uppi að við værum bara með þetta á einum stað. Hann veit alveg hvernig hann á að gera þetta.
En Kristur er sem sagt höfundur Nýja testamentisins. Það er mjög merkilegt að skoða þetta þessum augum, hvernig þetta er. Og við erum þáttakendur í þessu. Það sem Drottinn leyfir okkur að vera þáttakendur í þessu. Og hann fræðir okkur þetta allt. Og við höfum gaman að því að fræðast þessa hluti eins og marga aðra hluti. Þegar trúin er komin þá er þetta eiginlega það eina sem við viljum bara vita sem allra mest Ég hef nú farið þá leið að nota bara orðið sjálft. Ég er ekki mikið að hlýða bókum. Og ég leyfi þá bara Drottni að opinbera fyrir mér það sem maður vill, bara hverju sinni og mér finnst það ágætt. Ég er ekkert að segja hvernig þú átt að gera þetta. En það er Lúkasar guðspjall og 11. kafli er nú með svolítið skemmtilega yfirskrift. Kenndu okkur að biðja. Já. Ætli höfum ekki beðið þessara bænar á. Drottinn kenndu mér að biðja. Ég hugsa það. Þannig að það sem að hér stendur er ekkert út í bláin. Svo bar við, þetta er 11. kafli, svo bar við Jesús var á stað einum að biðjast fyrir, að einn lærisveinn hans sagði við hann, þá var hann lauk bæn sinni. Drottinn, kenndu okkar að biðja eins og Jóhannes kenndi lærisveinum sínum. Og þarna kemur hann með faðirvorðið. Þannig hann fer ekkert inn á þá sálma sem Jóhannes var að gera. Hann kemur með þetta bara frá sjálfur sér. Því hann er Drottinn drottna. En hann sagði við þá, þegar þér biðjist fyrir, þá segið, Faðir, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, gef oss hver dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss voru syndir, enda fyrirgefum við öllum vorum skuldunautum, og eigi leið þú oss í freistni. Þetta hygg ég að hafi bara dottið fram á vörum Drottins þegar hann var beðinn þessa bæn. Kenndu oss að biðja. Og þetta er kennslan og við erum enn að fara með faðirvorðið og erum stolt af því. En þetta er svona styttri útgáfan af faðirvorðinu. En þetta segir orðið að hann hafi sagt við lærisveina sína. Við skulum lesa þetta aftur. Faðir, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, gef oss hver dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss voru syndir, enda fyrirgefum við öllum vorum skuldunautum og eigi leið þú oss í freistni. Þetta var bænin sem hann kenndi þeim, vegna þetta er báðanum að kenna sér einhverja bæn sem þeir gætu bara þurrið. Þetta var stutt og góð bæn og ég reikna með því að lærisveinar hans hafi notað þetta bara í tíma og í ótíma. Þess vegna. Þannig að Drottinn er á staðnum og talar til manna beint og þessi kristnu menn sem eru uppi þá eru forréttindamenn að fá að heyra þetta allt frá honum. Svo eftir að hann er farinn upp til himins, þá er tekið saman það sem hann sagði og búinn til Nýja testamentið, bæði það sem hann sagði og svo náttúrulega kemur Páll með meira, já því hann var Guðsmaður og reyndi þetta margt og sá þetta margt og gefur út alls konar, já, orðum hvernig Já, aðalega hvað geti mætt mönnum og setur þetta þannig fram að við í raun og veru getum alveg farið eftir þessu ennþá. Og við segjum að hafi þeir lent í þessu, akkur þá ekki við. Að þetta er þarna og við erum að læra. Að vera kristinn maður er fyrst og fremst lærdómur. Ekki hver sem er. Þetta er lærdómur upp úr orði Guðs og þess vegna erum við að segja að ég er einstaklingur. Ég þarf að bera ábyrgð á þessu sjálfur. Ég má ekki láta aðra að bera ábyrgð á þessu fyrir mig, fyrir svo utan það að það getur enginn borið ábyrgð nema ég einn fyrir mína trú. Og hún er alveg gjaldgeng sem í veruleika Krists. Hann horfir á þennan mann.
Þetta eru mínir menn, þetta eru mínar konur. Og hann annast allt þetta fólk. Og ég segi þér það, við erum öll með þessa bók hjá okkur. Við erum öll að nema fræðin. Þess vegna erum við yfirleitt, þess vegna erum við sammála um það hvernig á að gera þetta. Við gefum honum bara leyfi til þess að gera þetta eins og hann vill. Í Jesú nafni. En það kominn lok á þetta í dag og Konráð þakka fyrir sig. Kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram. Verið þið sæl.